Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komiði sæl, við ætlum að ræða aðeins þá stöðu sem uppi og hefur verið fjallað hvort óráð sé að byggja á landfyllingum, hvort við erum farin að byggja of nálægt sjávarströndinni. Brim, slæmt síðustu daga, hefur valdið skaða nokkuð víða. Maður liggur enn á gjörgæsludeild eftir að bíll fór í höfnina á Akranesi. Í Sandgerði og Suðurnesjum hefur víða orðið tjón, sjóvarnir eru ónógar og erfitt ástand þar. Þeir hjá Víkurfréttum hafa verið mjög duglegir að birta fréttir af hamförum, getum maður sagt þar. Og Seltjarnarnesið, við höfum séð fréttir frá því hvernig brimskaflar hafa valdið tjóni og á línunni í Bandaríkjunum Haraldur Sigurðsson sem prófessor, doktor í jarðefnafræði sem hefur látið sig þessi mál nokkuð varða. Ég rak augu í færslu hjá honum á Facebook og hann ætti að vera á línunni. Heyrirðu í mér, Haraldur? Já, komdu blessaður. Komdu sæll og blessaður. Þakka þér fyrir að vera með okkur hérna við Rauðaborðið á samstöðinni. Svona til einföldunar, þá ert þú að segja ekki satt að þetta þurfi ekki að koma okkur svo mikið á óvart því það sé að hækka yfirborð sjávar. Já, þetta náttúrulega fyrst og fremst veðurfyrirbæri. Já. Svona sjór gengur svona mikið á land en eins og Básendaflóðið 1799, það verið 9. janúar og sem sagt það má búast við slíkum flóðum öðru hvorum. En það sem að gerast líka á Íslandi og einkum á Reykjanesi og Reykjavík sérstaklega að það eru sjávarborðsbreytingar. Og það við höfum upplýsingar það, mælingu á sjávarborði í Reykjavík síðan 1956. Ég held að það sé mynd sem við höfum, þessi bláa mynd þarna sem þú ert með. Já, Laufey-teiknum, þú kannski bregður þeirri bláu upp á skjáin núna. Og þetta sýnir breytingar á sjávarborði frá 1956 til þangað nýlega. Og það þetta mælir sem niður við höfnina í Reykjavík sem gengur stöðugt og þá sjáum við að það hefur verið risið sjávarborð í Reykjavík að meðaltali 2,4 millimetra á ári. Það finnst sumum ekki mikið, það sé 2,4 millimetra á ári, en þegar þú ert að tala áratug eða öld, þá náttúrulega safnast þetta saman. Svo þetta stór þáttur í þessu vandamáli að sjávarborð að hækka á Reykjavíkursvæðinu. Nú það tvennt sem að gerast og það hlýnun jarðar. Það hefur það afleiðingu að sjórinn þenst út þegar hann hlýnar. Já. Við skulum taka sem dæmi að við séum með súlu í hafinu og þessi súla 1 metra á kant og hún 3,5 kilometra á lengd, þessi súla. Og ef við hækkum hitann á sjónum inn í súlunni, að þá hækkar á rís sjávarborðið inn í súlunni 0,75 metra, 75 sentimetra. Sem bara útþensla sjávar vegna vaxandi rúmmáls vegna hlýnunar. Svo að hnattræn hlýnun, þetta náttúrulega ýktar tölur en hnattræn hlýnun, hún hefur þær afleiðingar að sjávarborð, að sjórinn tekur meira pláss og hann rís. Og svo að það talið að varma þensla sjávar valdi helming af hækkun sjávarborðs í höfum jarðarinnar á síðastliðinni öld.
en hinn helmingurinn bráðnun jökla. Svo þetta eru stóru þættir. Já. En svo að við skulum sjá aftur myndina þarna sem að þessa bláu. Já. Og þá sjáum við þetta ferli. Svo að það hefur í heimshöfunum hefur svona sjávarborð hækkað að meðtali um 5 millimetra á áratug í heimshöfunum. Og á sama tíma þá hefur hitastig sjávar hækkað 0,015 gráður, 0,015 gráður á áratug. Svo þetta eru staðreyndir sem við erum að eigast við. Svo annað sem að gerast, að það eru lóðréttar jarðskorpuhreyfingar. Já. Það vitum við allir á Íslandi að það mikið að vera í jarðskorpunni okkar. Einmitt. Hún rís og hún sígur, sitt á hvað og misjafnt eftir hvar þú ert. Og það eru þessar breytingar sem að gerast eru best kannaðar með svokölluðum GPS mælitækjum, GPS stöðvum sem að byggja sem að kanna hæð á yfirborði jarðar frá gervihnöttum. Það eru þúsundir gervihnata umhverfis jörðina og þessi gervihnettir þeir mæla fjarlægðina frá gervihnettinum og niður á niður í stöðina sem stöðvarnar sem þúsundir stöðvar alla jörð. Og það meðal margar á Íslandi. Og það ein slík gervihnata stöð, GPS stöð í Reykjavík. Ég held hún sé á Melónum. Og það eru heimildir gögn frá henni frá 1996 held ég. Það brúnamyndin. Já, brúnamyndin, við skulum fá hana. Já. Nú þessi aldrei skuggalega þessi mynd en að því að það mikil hávað í henni svona læti en þetta sýnir sem sagt sýnir stefnu á niðurofið sem sagt það sem sagt við sjáum það 1996 að þá byrjum við þarna í kringum 10 millimetra ris. Og svo þegar við komum hérna til 2012 og þá erum við komin svona niður í -10 sem sagt þetta sig á jarðskorpunni. Þetta ekki hafið, heldur að jarðskorpan. Þetta það sem að sjórinn hvílir á sem sagt. Það sem sagt að segja okkur það að bergið, að jarðlögin, jarðskorpan á Reykjavíkursvæðinu hefur verið og að síga. Já, þannig að land sígur, sjór rís. Já, það sem náttúrulega getum við sagt að sjór rís að tveimur ástæðum. Hann getur verið að rísa vegna þess að landið að síga, eins og við sjáum þarna. Og hann getur verið að rísa vegna þess að sjórinn að hlýna sem að líka að gerast. Svo það 20 gangi þarna sem að orsakar breytingar á hafsborðinu. Og það sem þessar breytingar á hafsborðinu það vinna því að benda sterklega til þess að sjávarborð sé að hækka á Reykjavíkursvæðinu af tveimur orsökum. Annars vegar þessi þetta jarðsig, jarðskorpusig og það svona 2,4 millimetrar á ári og já, það nú heildarhreyfingin, heildarbreytingin 2,4 millimetrar á ári afstæða sjávar. En svo landsíð sem sagt, það svona 1,2 til 1,5 millimetrar á ári sem sagt sem GPS mælingarnar sína eins og þessi mynd og næsta mynd sem þessi rauða. Já, skulum fá hann á skjáin. Og hún sýnir dálítið lengra ferli, það náttúrulega í heildina, það kemur sig fram þarna, en það eru svona truflanir
eitthvað annað í gangi þarna síðustu árin, en í heildina það sig og þá sem sagt þessi tveir þættir sem við verðum fyrir, sem sagt að annars vegar hlýnun sjávar og hins vegar þessar lóðréttu jarðskorpuhreyfingar sem hafa áhrif á strandlínuna. Sko, Svo þetta er það sem við byggjum á. Já, og þá það stóra spurningin, Haraldur, hvað þýða þessar upplýsingar og þessar staðreyndir fyrir skipulagsyfirvöld? Höfum við verið að tefla á tæpasta vað? Þurfum við að breyta okkar hugsun, hvað varðar til dæmis byggðir á landfyllingu og á þeim slóðum sem virðast vera sérstaklega næm núna fyrir illviðri og stórstreymi þegar það leggst ofan á það sem að þú hefur verið að nefna? Já, það náttúrulega, þetta gerist í öllum þjóðfélögum. Menn vilja byggja þarna alveg út í ströndina, út á ægisíðu, dýrustu lóðirnar. Þetta eins í allstæðri heiminum. Og alveg farið á tæpasta vaði. En núna höfum við upplýsingar sem sagt að það 20 gangi sem er neikvætt, hvort tveggja, sem sagt síð og hlýnun hafsins. Hlýnun hafsins, já, við getum gert eitthvað við því ef öll þjóðfélög á jörðinni hægt að brenna olíu og lifa öðru lífi, en það litla líkur á því, svo ég held að við getum örugglega gengið út frá því að halda áfram að hlýna sjórinn. Hann myndi halda áfram að þenjast út, að hækka, svona hægt og rólega, en stöðugt. Hvað snerti jarðskorpuna, þá það mjög staðbundið, sem sagt, hvað að gerast og við sjáum það á Íslandi, að það á Reykjanesinu einhverjum, að það mjög víða sem land sig og kemur vel fram á Reykjavíkursvæðinu. En það náttúrulega duttlungafullt, jarðskorpan á Íslandi. Það getur verið að síga tíma og svo getur byrjað að rísa aftur. Svo það fer eftir hegðun möttulsins eða jarðskorpunar og möttulsins sem undir jarðskorpunni. En á heildina litið held ég að við getum gett ráð fyrir því að það muni halda áfram sig á jarðskorpunni undir Reykjavík, hægt og sígandi. Eru einhverjar eignir sem að gætu verið í bara blúsandi hættu og kann að vera að göngustígar sem hafa verið eins og Eiðisgrandi? Ég hef lesið frásagnir fólk sem hefur búið þarna og leggur það til að kannski bara yfir vetratíman þá verði gönguleiðum lokað vegna þess að það sé bara tímaspursmál hvenær öldur hafsins koma þarna og hrifsa fólk á haf út. Þetta erum við að tala þennan skala? Eða þetta stormur í vatnsglasi áhyggjur sem fólk hefur? Já, það náttúrulega fyrst og fremst hvernig skipulag framkvæmt og gert. Það verður að fara að taka fullt tillit til þessara jarðfræði og haffræði þáttar í skipulaginu, og það virðist ekki hafa verið nægilega vel tekið til greina. Byggt allt og langt út á Austurrönd og það sú byggð mun sennilega verða að bakka og breyta í framtíðinni. Það greinilegt að það þarf annað skipulag heldur en ríkjandi. Og sem sagt þetta svona mikið framtíðarverkefni að endurskipuleggja strandlengjuna á höfuðborgarsvæðinu. Það nefnilega það. Saman gildir til dæmis eins og með hugmyndur flugvöll út á í grennd við Bessastaði. Það spursmál hvort að það sé vandamál varðandi hugsanlega jarðskorpuhreyfingar og hækkun sjávar. Og það í stóru myndinni þá
þá þetta, alvarlegt mál, ekki síður heldur en eldvirknin á þessu svæði. Það nefnilega það. Þekkirðu aðrar byggðir utan höfuðborgarsvæðisins sem að getur verið svona næmari fyrir þessum breytingum en aðrar byggðir? Það náttúrulega byggðirnar sko yst á Reykjanesinu. Ég ætla ekki að fara að predika neitt þær, en það greinilegt að það geta verið vandamál eins og var í Básenda svo byggð lagðist af eða það þorp hittist. Ert þú tilbúin að vera stjórnvöldum og skipulagsyfirvöldum til ráðgjafar? Ertu hættur að vinna eða? Já, ég hættur að kenna. Hættur að kenna? Já. Eftir 50 ár við háskólan þá var ég sendur í burtu. Það var nú ekki fallegt. Já, það var komin tími til. Gera pláss fyrir unga fólki. Já, en ertu klár í slaginn í ráðgjöf og fundi með þeim sem... Þetta nú ekki ég nú engin sérfræðingur í þessum málum. Nei. Og það ekki góðir íslenski vísindamenn sem að ráða alveg við það að fjalla þetta. Ég held að vandinn sé ofta að stjórnvöld hlusta ekki á menn og að stjórnvöld, og menn eru dálítið rægir við að tala því að þeir eru hræddir stöðu sína á Íslandi. Það er gömul saga og ný, þannig að það er mjög ferskt að fá þína rödd frá Bandaríkjunum. Það er mjög áberandi finnst mér á Íslandi og það er kannski bara út af því að þetta er lítið þjóðfélag og frændsemi og svona kunningjaskapur og það er alveg ótrúlegt hvað það stjórnar miklu. Mæltu manna heilastur, ég hef ekki getað orðað það betur og ég er búin að skrifa bók þetta fyrirbæri. Nú, gott hjá þér. Svo ég er ekki ráðgjafi, en ég leiði mér að kjafta hvað sem er. Og sumt sem ég hef ekkert vita. En ég tek eftir því að það er borin mikil virðing fyrir þessu einleikiðinu og þetta er mjög þarft inn í umræðuna og ég bara fyrir áhorfenda og hlustenda samstöðurinnar þá þakka ég þér Haraldur kærlega fyrir að hafa varið tíma þínum til þess að rapa aðeins við okkur þessi mál og við fáum kannski að heyra í þér aftur við tækifæri eitthvað annað. Við segjum að þú sett bara vonið vinur samstöðurinnar frá mig núna, kannski ræðið við Trump einhver tíman. Já, það er margt að spjalla en ég vildi nú aðeins minnast á það sko að það er annað sem er nátengt þessu. Já. Og það er hitafar í hafinu á Íslandssvæðinu. Já. Við vitum það að hitinn í hafinu yfirborði hafsins er mældur nákvæmlega stöðugt frá gervihnöttum. Og það kemur fram að það hefur verið mikil hlýnun í norðurhluta Norður-Atlantshafsins sem sagt og sem kemur fram svona rautt á öllum kortunum nema blái bletturinn svæðið sem hefur kólnað fyrir sunnan Grænland og svona fyrir vestan Ísland og jafnvel umhverfis Ísland sem sagt að það sem að heimshöfin eru yfirleitt að hlýna að þá er þessi blái blettur í grennd við Ísland sem sýnir kólnun á hafinu. Það myndi náttúrulega þýða að þá sá hluti hafsins væri að draga saman, sem sagt, sjórinn var að draga saman, það myndi vera eðlisþyngri aðeins við að kólna, en spursmálið er hver lengi þessi blái blettur varir. Hann er tengdur sem sagt hafstraumunum miklu, einn af þeim er hafstraumurinn sem kemur frá Flórida, sundinu og Karibahafinu sem við kallum Golfstrauminn og þessi straumar, það er deilt það núna hvort að þessi straumar séu að hægja á sér. Og það er atriði sem að við þurfum að fylgjast mjög vel með og getur haft áhrif á sjávarstöðu á umhverfis Ísland. Svo að
hefur verið fjallað þetta töluvert á fundum með erlendum vísindamönnum í Reykjavík og víðar og það eitthvað sem að almenningur ætti að vita meira og fylgjast með. Hvað að gerast í hafinu í grennd við Ísland, hvað snertir hitastig. Auðvitað hefur það sennilega áhrif líka á sjávarafla og bara hegðun hafsins. Já, góð brýning. Þakka þér fyrir þetta. Ég hef hlaðið í einn þátt þennan bláa blett hér við Rauðaborðið og þar kom einmitt fram hjá vísindamönnum sem ég ræddi við að það vantar svo mikið rannsóknir á því hvað þetta þýðir fyrir sjávaraflan eins og þú nefndir og við þurfum að vera duglegri í þeim efnum. En Haraldur Sigurðsson, kæra þakkir fyrir að vera í þessu spjalli hjá okkur og við biðjum að heilsa hérna frá Rauðaborðinu í bili. Vertu blessaður. Takk fyrir, blessaður. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkisstofnana með 90 starfsmenn eða fleiri. Fyrsta sæti Fjölbrautaskóli Suðurnesja, annað sæti Menntaskólinn í Kópavogi, þriðja sæti Fjölbrautaskóli Suðurlands, Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu.